Bankaleynd nær ekki til blaðamanna, segir dósent í fjölmiðlafræði og telur að lögbanni á fréttaflutning Stundarinnar og Reykjavík Media verði hnekkt fyrir dómstólum. Forsætisráðherra segir lögbannið út í hött. Dósent í fjölmiðlafræði telur að bankaleynd nái ekki til blaðamanna og að lögbanni á frekari fréttaflutning upp úr gögnum úr Glitni verði hnekkt fyrir dómstólum. Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu féllst í gær á kröfu Glitnis lögbann á frekari fréttaflutning Stundarinnar og Reykjavík Media upp úr gögnum úr fallna bankanum. Fréttirnar hafa aðalega snúið að viðskiptum Bjarna Benediktssonar þá alþingismanns síðustu dagana fyrir bankahrun. Glitnir óttast að gagnaleikinn sem varði þagnarskyldu eða bankaleynd kunni að leiða til skaðabótaskyldu þrotabúsins. Í 58. grein laga fjármálafyrirtæki segir að starfsmenn fjármálafyrirtækja, endurskoðendur og aðrir sem taki að sér verk í þágu fyrirtækisins séu bundnir þagnarskyldu allt sem þeir fá vitneskju og varða viðskipta og einkamálefni viðskiptamanna. Þá segir í annarri málsgrein lagagreinarinnar að sá sem veiti slíkum upplýsingum viðtöku sé sömuleiðis bundin þagnarskyldu. Ólíkar skoðanir eru uppi hvernig skuli túlka seinni málsgreinina. Það hvort bankaleyndin eigi aðeins við starfsmenn fjármálafyrirtækja. Dósent í fjölmiðlafræði segir að það hafi verið mat fjármálaeftirlitsins árið 2009 að bankaleyndin næði líka yfir blaðamenn í tilfelli lánabókar Kaupþings en aldrei hafi verið tekist á lagatúlkunina fyrir dómstólum. Og þetta var nú bara skrifuð heil greinagerð svipað leyti þar sem að þessi lög íslensku voru borin saman við lög erlendis og þetta ákvæði á Íslandi stendur svolítið út úr og kannski einna svipaðast samkvæmt þessari greinagerð Dóru Guðmundsdóttur ákvæðin í Danmörku. Niðurstaða greinagerðarinnar var hins vegar sú að þetta ákvæði myndi trúlega verða túlkað eins og það hefur verið túlkað í Danmörku, þar að segja að þessi bankaleynd næði ekki til fólks út í bæ, næði ekki til blaðamanna. Birgir segir eðlilegt að skýr krafa sé gerð til þeirra sem höndli með slíkar viðkvæmar fjármálaupplýsingar að þeir séu ekki að blaðra þær opinberlega. En þegar að menn eru að færa þessa þagnarskyldu yfir á blaðamenn sem að hafa það hlutverki að segja frá og upplýsa fólk, að þá er svona verið að gefa í skyn að þeir séu bladrandi með einhver upplýsingar sem ekki á að bladra með og segja það þannig að þeir séu kannski blaðurmenn frekar en blaðamenn sem að ég held að við munum ekki samþykkja eða seint samþykkja allavega. Í samræmi við þetta þá held ég ég nú svona fastlega vona því að þetta mun bara fara til dómstóla og ég reikna frekar með að þessu lögbanni verði hnekkt. Og í yfirlýsingu frá sýslumanni höfuðborgarsvæðisins sem barst á 7. tímanum segir að lögbann sé bráðabirgðaúrræði til að tryggja réttindi þar til úrskurður dómstóla liggi fyrir. Ákvörðun hvort orðið sé við lögbannskröfu þurfi að taka hratt og því aðeins að takmörkuðu leyti hægt að fara djúpt í efnisatriði máls. Hann treysti lögfræðingum hjá sýslumannsembættinu til að sinna þeim störfum vel. Bjarni Benediktsson forsætisráðherra segir að lögbannið á fréttaflutning Stundarinnar og Reykjavík Media sé út í hött og að það komi sér illa fyrir hann persónulega. Frjálsir fjölmiðlar séu samfélaginu mikilvægir og verja verði tjáningafrelsið. Já, þetta nú í fyrsta lagi verið að segja að koma á alveg einstaklega óheppilum tíma og lögbann á umfjöllun mig sem að hefur reyndar staðið yfir ekki satt í, ég veit ekki hvað ég að telja langt aftur, 10 ár. Vegna minna ára í viðskiptalífinu. Sú umræða hefur átt sér stað í mörg ár og það hafa þetta verið birtar fréttir núna undanfarið í tugatali. Ég hef aldrei gert neina tilraun til þess að stöðva slíkan fréttaflutning. Ég hef bara leitast við að koma fram með svör og í ljósi þess í raun og veru að umræðan þessi málefni dálítið orðin hlutur, þá finnst mér lögbann á þessum tímapunkti eiginlega bara út í hött hvað mig sjálfan varðar. Bjarni segist þó ekki vilja gera lítið úr því að hugsanlega séu upplýsingar þúsundir Íslendinga í gögnunum sem þurfi að fara sína leið í kerfinu. Telur að gamli Glitnir hefði ekki átt að fara fram á þetta lögbann? Já, það kemur sér illa fyrir mig núna. Fólk spyr sig, eitthvað sem má ekki fjalla sem snertir Bjarna? Ég meina, og þetta skil ég mjög vel. Ég reyndi að tela að það sé búið að skrifa ótrúlegt magna fréttum og ég ætla nú að taka það fram. Ég nú ekki sáttur við alla fréttirnar sem fluttar af þessu máli. En það breytir því ekki að við verðum að hafa frjálsa fjölmiðla í landinu og verja tjáningafrelsið. Hafðir einhver hugmynd að þetta stæði til? Ég get ekki sagt það, nei. Því hefur haldið fram að þú hefur haft eitthvað með þetta að gera. Sýslumaðurinn Þórólfur Halldórsson hefur verið í framboði fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Hver viðbrögð þín við þessu? Ja, þetta algjörlega lausu lofti gripið.
Bjarni segist ekki hafa fengið óeðlilega fyrirgreiðslu í Glitni á sínum tíma og að ekkert hafi verið óeðlilegt við viðskipti hans í bankanum. Og það er allt of sjaldan sem að menn setja hlutina í rétt samhengi og ég ætla svo aldeilis ekki að fara að gefa fréttaflutningi Stundarinnar einhvern gæðastimpil, en ég sætti mig samt við hann vegna þess að hinn málstaðurinn, að verja fjölmiðlafrelsið, hann er bara svo miklu æðri því hvort að ég er sáttur eða ekki sáttur við einstaka fréttir. Hafðirðu einhver hugmynd um að þetta stæði til? Ég get ekki sagt það, nei.